Komið sæl. Nú hefst 251. fundur sveitarstjórnar Dalabyggðar og hann haldinn í stjórnhúsinu að venju. Ég langar að byrja á að vekja athygli á þessu listaverki, ég vona að þið sjáið það. Hérna er sem sagt gamalt poki undan kjörgögnum úr Laxárdalshreppi og eins og við sjáið þá er búið að innsigla hann ansi oft. Einnig er hérna fundargerðarbók kjörnefndar. Þetta er svona tilefni aðdraganda kosninga, náttúrulega. Við ætlum að lagt er til að mál nr. 23.08.02 deiluskipulagi Búðardal 2024 verði tekið á dagskrá sem dagskrárliður nr. 7 og lagt er til að bæta á dagskrá fundargerð fræðslunefndar nr. 135 og verði dagskrárliður nr. 12. Einnig lagt er til að bæta á dagskrá fundargerð menningarmálanefndar nr. 40 sem verði dagskrárliður nr. 13. Þá er lagt til að mál nr. 23.01.06.7 starfsmannamál verði tekið á dagskrá sem 17. dagskrárliður. Aðrir liðir færast til í samræmi við þetta. Einhver sem hefur athugasemdir við þetta? Nei. Svo í fjarveru Bjarka, sveitarstjóra, þá vil ég leggja til að sveitarstjórn gefi Jóhönnu Maríu leyfi til að taka til máls á fundinum. Þeir sem eru samþykkið því, gefum ekki. Það er samþykkt. Þá vildum við okkur bara í fyrsta mál á dagskrá, sem er fjárhagsáætlun 2024. Viðauki 5. Framlögð er tillaga viðauka 5 við fjárhagsáætlun 2024 eftir afgreiðslu byggðarráðs. Áætluð afkoma A og B hluta á árinu 2024 er 37 milljónir króna í rekstrarafgang. Lækkun á launakostnaði í málaflokki 02 1.042.000 með tilfærslu á milli deilda. Lækkun á launakostnaði í málaflokki 04 800.000 með tilfærslu á milli deilda. Hækkun á launakostnaði í málaflokki 06 4.405.000. Lækkun á launakostnaði í málaflokki 31 3 milljónir króna. Hækkun á tekjum vegna gatnagerða gjalda 408.000. Hækkun á vaxta- og verðbótakostnaði vegna nýs láns 2 milljónir króna. Samtalsbreyting á A-sjóði er 1.155.000 til hækkunar á útgjöldum. Byggðarráð samþykkti einnig að hækka fjármagn til framkvæmda vegna uppbyggingar íþróttamannvirkja 22 milljónir króna á árinu 2024 vegna tilfærslu einstakra verkþátta. Því er sem sagt lagt til að kostnaður vegna lántöku árið 2024 hækki í fjárhagsáætlun 30 milljónir króna vegna íþróttamannvirkja. Einhver sem vill ræða þennan lið? Svo veist ekki vera þeir sem eru samþykkir viðaukanum gefið merki og hann er samþykktur samhljóða. Þá er það dagskrárliður nr. 2, fjárhagsáætlun 2025 til 2028. Lögð er fram tillaga að fjárhagsáætlun Dalabyggðar fyrir árin 2025 til 2028 til fyrri umræðu í sveitarstjórn. Sem við taka til máls. Hanna, gjör svo vel. Háttvirti sveitarstjórn, það stikla hérna bara á stóru þær forsendur sem eru fyrir þeirri áætlun sem lögð er hérna fram. Og við áætlanagerð þá var unnið eftir minnisblaði frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga þar sem að almennar hækkanir voru áætlaðar 3,9%, staðgreiðsla hækkuð 2,4%, fasteignagjöld hækkuð samkvæmt hækkun á fasteignamati 7% og launatengd gjöld hækkuð með við gildandi kjarasamninga eða 3,54%. Og þá var gert ráð fyrir hækkun skatttekna á milli ára 6,4%. Og lagt hefur verið upp með almenna gjaldskrár hækki 3,9% fyrir utan þær sem að taka breytingu samkvæmt vísitölu eða er að taka annars konar breytingum svo sem vegna lagabreytinga. Flestir deildarstjórar komu með sína punkta og áherslur sem við tókum til eins og tækifæri, efni og forgangsröðun bauð upp á. Og samkvæmt tillögunni sem hér er lögð fram er gert ráð fyrir að heildartekjur, skatttekjur A og B hluta á árinu 2024 verði 593,6 milljónir króna og framlög jöfnunarsjóðs 419,7
milljónir króna og aðrar tekjur 249,5 milljónir króna. Og gjaldamegin er gert ráð fyrir að laun og launatengd gjöld verði varið 557,2 milljónir króna, annar rekstrarkostnaður verði 390,5 milljónir króna, fjármagnskostnaður verði 46,8 milljónir og afskriftir 48,8 milljónir. Rekstrarniðurstaða verður samkvæmt því 219,5 milljónir króna er rekstrarafgang. Og heildarfjárfesting ársins er áætluð 1 milljarður sem er eingöngu vegna framkvæmda við íþróttamannvirki. Vegna þessara framkvæmda er gert ráð fyrir lántöku upp að 600 milljónir króna. Svo var til að byggðarráðs frá fundi þeirra þann 7. nóvember síðastliðinn að öllum fjárfestingar áætlunum öðrum en vegna íþróttamannvirkja yrði frestað meðan á þeim framkvæmdum stendur og einnig að samþykkti byggðarráð að aðrir rekstrarliðir verði skoðaðir með deildarstjórum á milli umræðna. Það að standa fyrir ábyrgum rekstri Dalabyggðar krefst þess, sérstaklega meðan unnið er uppbyggingu íþróttamannvirkja, að við rýnum hverja krónu og það helst tvisvar. Og það er ekki úr vegi ef að svigrúm myndast í rekstri að taka en eitthvað af þeim fjárfestingum sem áður var gert ráð fyrir, en þá í samræmi við áætlanir, forgangsröðun og þau tækifæri sem til verða. En þá vil ég einnig benda á í launum og launatengdum gjöldum, þar sem fyrir segir er gert ráð fyrir 557,2 milljónir króna, að sú samtala tekur ekki mið af mögulegum áhrifum þeirra kjarasamninga sem enn eru lausir eða eiga eftir að koma til. Takk fyrir þetta, Jóna María. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo veist ekki vera. Mér langar sjálfur bara að leggja mikla áherslu á að ef eitthvað sem við getum komið inn í fjárhagsáætlun að taka þá með að skólalóð. Það var bara virkilega mikilvægt fyrir skólan og samfélagið og muni bara auka aðkomu ferðamanna líka og aðsókn í sundlaugina þegar hún komið Víðfúsi. Þeir sem eru samþykkir fjárhagsáætluninni gefi merki eins og neðatröginni. Hún er samþykkt samhljóða og er þó vísað til seinni umræðu með orðum breytingum á milli. Þá er þetta dagskrárlið númer 3 sem er lánasamningur 2004. Svohljóðandi tillaga er lögð fram. Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir hér með á sveitarstjórnarfundi dags 14. nóvember 2004 að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að 280 milljónir króna með lokagjalddaga þann 20. nóvember 2039 í samræmi við skilmála að lánasamningin sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórnin hefur kynnt sér. Sveitarstjórnin samþykkir að til tryggingar láninu, höfuðstól, uppgreiðslugjaldi, auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til byggingar íþróttahúss í Búðardal, sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags, Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt er Birni Bjarka Þorsteinssyni sveitarstjóra, kennitala 0407685059, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Dalabyggðar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga, samanber framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun láns. Hver sem vill taka til máls? Svo virðist ekki vera. Þeir sem eru samþykkir þessum lánasamningi gefa merki. Og hann er samþykktur samhljóða. Þá er það dagskrárlið númer 4. Númer 23.11.019, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, starfshópur 2023. Sunnudaginn 3. nóvember síðastliðinn skilaði starfshópur sem umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra skipaði til að vinna tillögur aðgerðir sem heyra undir málefnasvið ráðuneytisins og stuðla geta því að efla samfélagið Dalabyggð af sér skýrslu til Guðlaugs Þórs Þórðarsonar ráðherra. Hversu vill ræða þessa skýrslu? Eyjólfur, gjörðu svo vel.
Forseti og aðrir góðir fundarmenn, mér langar bara að byrja því að þakka starfshópnum fyrir virkilega vel unnin störf og fyrir góða skýrslu. Og í þessari skýrslu eru bara fjöldamörg tækifæri sem eru náttúrulega bara hugmyndir eins og en geta leitt af sér og margt sem að eflir samfélagið hérna. Eins og bættir innviðir þegar kemur að raforku, hvatning til þess að menn fara að nota varmadælur og skoði virkjanir og eitthvað slíkt, birtuorku, minni losun gróðurhúsalofttegunda frá matvælaframleiðslu og það er langar að koma inn á það að menn mega ekki taka sig eins og það að ég er bara að þakka hér búfé. En erum við fyrst og fremst að tala um það að við ætlum að gera hvernig framleiðsluheimilgu hagkvæmari, þannig við séum að framleiða minni losun og hvert framleita mjólkurlítur eða framleitt kíló eða framleiðslu af uppskjöru frá landi. Og það eru mikil tækifæri í þessu. Og mér langar bara að hvetja þá sem að eru að lesa þessa skýrslu og eru kannski með einhverjar efasemdir. Það er fullt af tækifærum þarna. Ég veit að það er umdeilt mál sem er nefnt í þessari skýrslu sem er stofnun þjóðgarðs. Ég held að það séu mikil tækifæri fólkin í hana. Til dæmis að það er bara að benda þeim bændum hér á að það er ekki ógn að vera með sauðfjárbeit eða búskap innan þjóðgarðs og það getur bara verið hvatning og frekar afurðir sem að væri vottaðar á þjóðgarði það getur verið 20–30% hærri í verði og það myndi skila sig betur þegar bænda sem að það framleiða. Þannig að það er fullt af tækifærum og við erum bara að þakka starfshópnum fyrir góða skýrslu og vona sem flest sem þarna kemur á prent verður að veruleika innan ekki of margra ára. Takk fyrir þetta, Eyjólfur. Fleiri sem vilja taka til máls? Ég vil bara taka undir orð Eyjólfar að þetta er virkilega góð skýrsla og ánægð efni hún sé komin út. Hún myndi sjá við sem flest að þessu raungerast en alltaf gott að vera með einhverjar hugmyndir til að vinna með og leiða veginn. Ég legg þá þessa skýrslu fyrir hópinn til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir, gerum ekki. Það er samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 5 sem er númer 24, 11.05, erindi frá fjallskilanefnd Laxárdals. Sveitarstjórn barst erindi er að varða fjallskil frá fjallskilanefnd Laxárdals. Einhver sem vil ræða erindið? Eyjólfur, gjör svo vel. Forseti og aðrir sveitarstjórnarmenn, ég vil bara þakka fjallskilanefnd Laxárdals fyrir að senda þetta erindi inn og ég veit að því ég beint talsvert til mín sem að hér stendur vegna þeirra ræðu sem ég flutti á síðasta sveitarstjórnarfundi og ég ætla bara að biðja fjallskilanefnd afsökunar á því og hafi ég ekki sinnt rannsóknarskyldu minni varðandi framkvæmd leitar á Hamralandi föstudaginn 27. september. En það verður líka ágætt að fá þá bara skýrslu frá fjallskilanefnd framkvæmd þeirra leitar ef að framkvæma þurfti seinni lendin innan 24 stundar frá því að fyrirleit var framkvæmd. En ég vona að fjallskilanefnd Laxárdals komi að því samtali sem er framundan með jákvæðni og lausna með viðhorf að leiðarljósi. Það er hægt að finna lausnir á öllum málum og við erum að fara í vinnu. Ég minni síðan á það að fjallskil eru líklega hinn elsta löggjöf á landinu, hefur oft verið rædd á Alþingi. Niðurstaðan er ætíð sú að þetta er málefni sem á heima í héraði og við erum best fyrirkomið heima í héraði og ég vona bara að við getum tekið þetta samtal með lausnir á öllum málum, fundið framtíðarlausn vegna þess að búskaparhættir eru að breytast og það er ýmislegt þarna sem að þarfnast skoðunar og ég held að við getum það öll í sameiningu með samtali fyrst að vopni. Takk fyrir þetta, Eyjólfur. Fleiri sem vil taka máls? Einar, gjör svo vel. Forseti og fundarmenn. Ég vil kannski byrja að taka undir orð Eyjóls og þakka fjallskilanefndinni fyrir þetta bréf og það séu þú komin á einhvers konar samskipti. Auðvitað hefði örugglega ekkert af þessu gerst
og raungerst og farið svona að menn hefði einfaldlega bara talað saman frá upphafi. Og ég sjálf sem kannski leiðilegt að þetta samtal skuli fara í raun og veru gegnum sveitarstjórn. En vonandi það bara verður breyting á þessu. Ég held að sú staðreynd í raun og veru hvernig þetta var í raun og veru gert, að það segir í bréfinu frá þeim að þeim hafi ekki borist neinar athugasemdir við álagningu, sem sagt ekki fengið neitt til sín. Mér kemur það í raun og veru ekkert á óvart að viðkomandi aðilar hafi í raun og veru ekki komið neinum athugasemdum út af því að þeir ákveðu sjálfur fyrir rúma 1 ári að gera grundvallarbreytingar á sinni álagningu sem hafi verið eins í 30–50 ár, án þess í raun og veru að hafa neins samskipt og tala ekki við neinn. Þannig að ég held að það sé kannski grunnurinn að því að málið kannski í ákveðinni svona torfæri núna. En ég bara vona svo sannarlega að menn finni einhverja lausn og ég held að það séu mikil tækifæri fólkin í þeirri vinnu sem að mun fara á stað á nýju ári í það að við tökum upp fjallskilasamþykktina. Eyjólfur benti á það að fjallskilalög séu ein elstu lög sem eru til og menn vilja helst ekki mikið vera að hreyfa við því niður á Alþingi og það er að vinna þetta héðan. Og ég held að sko, menn þurfa að vera opnir fyrir því að það eru breytingar framundan í þessu og það eru svona grundvallarþættir sem að kannski einhverjum illa við að ræða við og ræða í þessu. En ég veit alveg að þessi umræða hefur farið víða og það þykir sumum skrítið að sveitarfélagið styðji eina grein raunveru með beinum hætti og sér borgað og sveitarsjóði peningar varðandi réttir og annað slíkt sem væntanlega bundið í lög. Kannski þetta einn af hlutum sem við verðum að skoða. Það má alveg henda alls konar svona inn í umræðuna. Og ég held að það sé bara þarft. Nauðsynlegt fyrir Dalabyggð að eiga réttir? Ekki betra bara að bændurnir eigi réttirna sjálfir? Þeir sem nota þær. Fyrir nokkrum árum þá var talið algjörlega nauðsynlegt að Dalabyggð ætti 3–4 félagsheimili. Það ekki þannig lengur. Og við sjáum hvað hefur breyst þar. Ég ekki að segja að þetta sé það sem eigi að gera. Ég bara að henda einhverjum svona punktum inn í umræðan. Ég held að það sé bara þarft og mjög gott fyrir þá vinnu sem framundan í þessu. Og ég held að menn þurfa að skoða þetta með opnum hug því að við megum alls ekki festast í það að ætla að vinna þetta eins og þetta hefur verið gert síðustu ár og áratugi. Við verðum einhvern veginn að þróa þetta og ég held að núna sé bara komið tækifæri með til dæmis þessu öllu hérna og þá væntanlega hafa þessi sömu bændur og aðrir bændur hér í hinum fjallskiladeildunum menn hafa örugglega einhverjar mjög góðar hugmyndir sem hægt að fella inn í þessa endurskoðun á samþykktum okkar. Takk. Takk fyrir þetta Einar. Og fleiri sem vilja taka til máls? Svo verðist ekki vera. Þetta bara mál til kynningar. Legg þetta ekki til samþykkt. Þá var þetta dagskrárliður númer 6 sem 24.10.19 samstarfssamningur við Foreldrafélag Auðaskóla 2025–2027. Lögð eru fram drög að samningi við Foreldrafélag Auðaskóla fyrir 2025–2027. Félagið hefur skilað inn yfirliti yfir nýtingu fjármuna árið 2024 og ársreikningi fyrir 2023. Einhvers vill ræða þennan samning? Þá legg ég hann til samþykki. Þeir sem eru samþykki samningnum gefur ekki. Samþykktur samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 7, númer 23.08.02, deiluskipulagi Búðardal 2024. Í bókun frá 151. fundi umhverfis- og skipulagsnefndar þann 30. október 2024 var bókað eftirfarandi. Framlagðar 2 tillögur að deiluskipulagi Búðardal til afgreiðslu samkvæmt 4. málsgrein 40. grein skipulagslaga. Skipulagssvæðið norðan miðbrautar tekur til íbúðarbyggðar, IB2 og IB3 við Búðarbraut, Dalbraut, Gunnarsbraut og Sunnubraut. Aðliggjandi svæði fyrir samfélagsþjónustu S14 reitur dvalarheimilsins Silfurtúns. Ásamt miðsvæði M1 norðan miðbrautar og aðliggjandi opin svæðis OK9. Skipulagssvæðið sunnan miðbrautar tekur til íbúðarbyggðar IB5 við Ægisbraut og Stekkjarhvamm
og aðliggjandi opin svæðis OP4, suðvestan skólasvæðisins og Dalabúðar. Deiluskipulagið nær inn á útivistarsvæði OP3 meðfram ströndinni. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja að auglýsa deiluskipulagstillögurnar í samræmi við 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga. Einhver sem vilja ræða deiluskipulagið sem liggur fyrir? Svo virðist ekki vera. Þeir sem eru leggja bókun umhverfis- og skipulagsnefndar fyrir sveitarstjórn til samþykktar. Þeir sem eru samþykkið bókuninni gefum. Og hún er samþykkt samhliða. Þá er það fundargerðir til kynningar. Dagskrárliður nr. 8, 24.09.05F, byggðar á Dalabyggðar, fundur 329. Svo ég ræði þessa fundargerð. Svo virðist ekki vera. Þá er það dagskrárliður nr. 9, 24.10.05F, félagsmálanefnd Dalabyggðar, fundur nr. 72. Svo ég ræði þessa fundargerð. Svo virðist ekki vera. Svo er það dagskrárliður nr. 10, 24.10.03F, atvinnumálanefnd Dalabyggðar, fundur 49. Svo ég ræði þá fundargerð. Nei. Þá er það dagskrárliður nr. 11, 24.10.02F, umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar, fundur 151. Einhver sem vil ræða þessi fundargerð? Virðist ekki vera. Þá er það dagskrárliður nr. 12, 24.10.01F, fræðslanefnd Dalabyggðar, fundur 135. Einhver sem vil ræða þessi fundargerð? Virðist ekki vera. Dagskrárliður nr. 13, 24.07.02F, menningarmálanefnd Dalabyggðar, fundur 40. Einhver sem vil ræða þessa fundargerð? Einar, gjörðu svo vel. Ágætu fundarmenn, það er bara að vekja athygli á nokkrum hlutum þarna að snýra svona ákveðnu uppgjöri á bæði bæjarhátíð og 17. júní hátíðahöldunum okkar sem gengu, bæjarhátíðin gekk glimrandi vel og 17. júní hátíðin var svona með stærra móti í tilefni 80 ára afmælis lýðveldis og var mjög góð mæting. Þetta hefur verið 150 manns sem mættu á hátíðardagskrám okkar og bara ítreka þær þakkir frá menningarmálanefnd og sveitafélaginu öllu til allra þeirra sem tóku þátt í bæði félagsamtök og starfsmenn sveitafélagsins og aðrir slíkir bæði þessi tímamót okkar. Og svo kannski ágætt að auglýsa það að það er strax byrjað að vinna næstu hátíð sem er Jörfagleði sem verður eins og venjan er við síðasta vetrardag. Það er helgina eftir páska og það er nú þegar búið að auglýsa og verður auglýst eftir svona verður kaffispjall og opið hérna í Nýsköpunarsetrinu 27. nóvember fyrir áhugasama að koma með hugmyndir eða aðilar sem vilja vera með ykkur á viðburði. Og kannski að síðasta er að menningarmálaverkefnasjóðurinn, ég held ég farið rétt með þetta, að það fer að koma auglýsing frá þeim, það sem verður auglýst eftir umsóknum í hann. Þannig að ég bið bara þá sem hafa áhuga þar að fylgjast með því, það verður innan mánaðar verður birt auglýsing um það. Þannig að menn geta farið að skoða hvað er alltaf tína til á næsta ári. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Einar. Fleiri sem vilja taka máls? Svo virðist ekki vera. Svo er það dagskrárliður nr. 14, 24.01.03, fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga 2024. Svo vil ræða þær fundargerðir. Nei. Svo er það mál tilkynningar. Dagskrárliður nr. 15, 24.01.010, fundir Heilbrigðiseftirlits Vesturlands 2024. Lögðu fram fundargerð 192. fundar Heilbrigðisnefndar Vesturlands og meðfylgjandi gjaldskrá Heilbrigðiseftirlits Vesturlands 2025. Svo ræði þetta mál. Nei. Þá er það dagskrárliður nr. 16, 24.10.025, vörsluskylda búfjár. Lagt er fram bréf frá Skógræktarfélagi Íslands. Hver vil ræða þetta mál? Nei. Þá er það dagskrárliður nr. 17, 23.01.067, starfsmannamál.
Já, fyrir árinu hvað var í september var auglýst eftir starfi lýðheilsufulltrúa í Dalabyggð og það bárust 9 umsóknir. En nú hefur verið ráðin í starf lýðheilsufulltrúa Guðný Erna Bjarnadóttir. En Guðný með meistaragráðu í lýðheilsufræðum og BS-próf í íþrótta- og heilsufræði. Hún hefur síðastliðin ár meðal annars starfað sem sundþjálfari í úrræðum fyrir fólk með fíknivanda og við neyðarúrræði fyrir börn og unglinga. Við bara óskum Guðný til hamingju með starfið og bjóðum hana velkomna til starfa og hlakkum til að fá hana hingað til okkar í Dalana. Einhver sem vill ræða þetta mál? Svo virðist ekki vera. Þá dagskráin tæmd. Næsti fundur sveitarstjórnar í desember. Hvað dag eftir? Ég gleymdi ekki á. Ekki? 10. desember, Já. klukkan 4. Þá segi ég þessum, nei, það er ekki skýrsla sveitarstjóra núna. Akkurat. Þá segi ég þessum fundi slitinn. Takk fyrir.